Ágætu áhorfendur og áheyrendur, velkomin á þessa stund og við væntum mikils af henni eins og áður og vitum að framundan uppbygging og kennsla sem að dregur okkur nær honum sem við viljum dragast nær og heitir Jesú Kristur. Við erum allavega komin svo langt í fræðunum að við erum farin að draga hring utan nafni Jesú og það viss viðurkenning og játun því að með því að draga hring utan nafni Jesú erum við leið að viðurkenna það með sjálfum okkur að þetta nafn Jesú nafnið sem kemur okkur alla leið og hvert erum við að fara. Ég hygg að flest okkar séu með það nokkuð hreinu hvert við séum að fara. Við erum að fara eftir mjóaveginum og við vitum að mjóavegurinn liggur inn í ríki Guðs og himnum. Það liggur eftir heiminum en endar í himnaríki. Öndverti breiðstræti glötunarinnar, já, það endar ekki himnaríki heldur ríkinu sem gegn himnaríki og það heitir hel. Og þangað vilt þú ekki fara, þar vilt þú ekki enda, þú þarft ekki enda þar, því enn náða tími og svona staður sem að segja þennan sannleika getur alveg vakið til umhugsunar þessi mál. Og því fyrr sem að þú tekur við þessu nafni Jesú, því fyrr myndu komast á stað þar sem þú aldrei veist hvert þú ert að fara. Fullt af fólki í þessum heimi í raun veit ekki hvert það stefnir nákvæmlega. Veit ekki hvernig það á að hegða sér lífinu, veit ekki hvað það vill gera, hvort það vilji fara út í þetta eða út í hitt og svo framvegis. En maður sem á trú veit aldrei það að trúin muni færa honum himnaríki að gjöf og þangað stefnir hann. Margt annað getur þetta verið að reiki hjá trúuðu manni varðandi sig sjálfan og hvað hann á að gera og hvernig hann á að akta og hegða sér í þessu öllu saman, en hann hefur allavega þennan punkt á hreinu. Það nefnilega svo mikilvægt fyrir fólk að það sé með ákveðna grunnþætti lífsins á tæru hjá sér sjálfu. Það ekki nóg að ég sé með þessi mál á tæru, það nóg fyrir mig, en ég bara einn og það milljarðar manna hér á jörðinni sem í raun og veru allir þurfa að vita á hvaða leiðir séu. Og vissulega vita það margir og þeir berjast fyrir því, berjast í raun oft og tíðum fyrir hégómana og þeir reisa mikið veldi og þurfa sumir að horfa eftir sínu veldi bara jafnir hrynja til grunna. Af hverju? Þeir voru að berjast fyrir hégómlegum hlutum. Þeir voru að berjast fyrir því sem ekki komið til að vera. Þeir voru að berjast fyrir því og að byggja það upp sem á einu stað hrundi. En það erum við ekki að gera sem göngum mjóaveginn. Við erum að berjast fyrir því að komast þangað sem búið að gera allt klárt. Verkefnið mitt sem sagt að játa Jesú í deginum og ganga í hans umboði og í hans leiðsögn að þessu marki sem þarna fullgert fyrir mig. Og þangað mun ég stíga inn þegar að því kemur að ég farið þangað inn. Þannig að þetta markmið og þessi átt alveg á hreinu hvað mig varðar vegna þess að trúin hefur sýnt mér þessa leið og ég trúi. Að því leiti til hefur skilningu minn vaxið töluvert mikið að þessu leiti, en svo ég kannski á reiki með ýmislegt annað varðandi svona daglega viðfangsefni mitt og allt saman það. En þessi grunnatriði eru samt ekki á neinu reiki hjá mér og þar kemur trúandi skjalana. Sem sagt að þessu leiti grunnatriði mín standa á klettinu.
En þessu getur heimurinn ekki státað af. Eins og ég segi, hann að byggja alls konar og reisa alls konar og það gengur vel. En hvað oft höfum við ekki þurft að horfa á eftir því sem gekk svo vel af því að það hætti að ganga vel. Og hvað kemur í ljós? Jú, við vorum að vinna fyrir hégóman. Við vorum að vinna fyrir það sem að kannski skipti máli en samt gaf sig eitthvað á leiðinni. Þetta er gömul saga og ný. Þetta er saga mannkins í þessum heimi fyrir utan vilja Guðs. En Drottinn er í sami. Hann bara stendur á kletti. Hann bara segir við sína, komið til mín og ég mun gefa ykkur það sem þið þurfið á að halda. Og hann gefur okkur orðið sitt, sem er bókin sem allt snýst ef við viljum lifa farsælu, göfugu og gjöfulu lífi. En trúin, hún hefur viðmiðin allt önnur. Viðmiðin í dag er ekki það að efnast og ekki endilega það að vera í vel launaðri stöðu, þó það séu þetta alltaf eitthvað sem við viljum frekar en hitt. Trúin segir mér að ég geti verið ánað og hamingjusöm manneskja bara með því að trúa. Og ég fer meðfram því að gera eitthvað annað, líka að sinna Guðsríkinu. Og ég vil helst vera þar öllum stundum, en kannski vegna aðstæðina er mér það ómögulegt að gera það með þeim hætti. En allavega veri í einhverju stund þar og reyni að vera með því að byggja það upp sem ég veit að er til framtíðar unnið. Ég veit líka að vinnan mín í heiminum er bara eins og hún er. Hún gengur vel í dag og allt saman það og ég trúi því að hún gangi vel á með ég lifi. En samt erum við að horfa á alls konar skýjaborgir rísa og verða miklar. En svo einn daginn þá er þetta bara allt farið. Við Íslendingar áttum mjög öflug fyrirtæki að dæmi sér tekið. Suma af þessum fyrirtækjum er ekki lengur til. Fyrirtæki sem menn töluðu jafnvel að væri orðin svo stór að þau gæti ekki farið á hausinn, en samt fóruðu á hausinn. Fyrirtæki sem voru búin að byggja miklar byggingar út allt eða á nokkrum stöðum á landinu, allt veglegar byggingar með gríðarlegri framleiðslu í. En svo í daginn þá hvarf þetta allt af yfirborðinu. Og það er varla að menn muni eftir þessu í dag. Því að þessi fyrirtæki eru farin fyrir nokkrum áratugum. Og ég efast að yngri kynslóðin í dag muni eftir þessum fyrirtækjum sumum af þeim. Sem var á hversmanns og örum kannski áratugum saman þar og undan. Og menn sögðu þetta eru svo stórt, það getur ekki farið oltið yfirum. Það mun alltaf einhverja stóðir halda því gangandi. En það gerðist ekki og það er ekki til í dag. Þetta segir mér það að öll mannanna verk hverfa. En mjói vegurinn hverfur ekki. Himnaríki er ennþá kostur. Himnaríki er staður sem er fullbúinn og ég er á leiðinni þangað fyrir mína trú. Ég er ekki að fara inn í ríki Guðs til að byggja þar eitthvað upp. Ég er ekki að fara til Guðsríkis til að koma með hugmyndir hvernig eigi nú að gera þetta. Nei, það er búið að byggja þetta allt saman upp fyrir margt löngu. Og ég er hér á jörðinni, stefni á þetta fyrir mína trú. Að því ég nefni Jesú sem minn frelsara. Sem nafnin sem mér var gefið sem frelsa mig og leysi mig frá þessu tilgangsleysi heimsins. Og núna vill ég vera með því að byggja það upp sem þar er, hér á jörðinni, að því ég veit að það sem gert er hér, dregur ekki bara menn úr heiminum inn í ríki Guðs, heldur varir það sem þar er verið að gera. Það bara er. Og heldur áfram að vera. Hefur alltaf verið. Og það er engin tæring eða nein svona smitun þannig séð, þetta bara helst eins og það hefur alltaf haldist.
Þetta er kletturinn sem við erum að boða sem trúum. Og þetta er kletturinn sem við eigum. Þetta er stefnan sem við fáum að því að við tókum við Jesú, við létum heimsku predikunarinnar, eins og orðið segir, sannfæra okkur. Og nú göngum við inn í þessari heimsku predikunarinnar, ekki það að okkur finnist hún heimska, sumum finnst hún heimska, en fyrir mér er þetta bara sannleikurinn sjálfur. Heimska predikunarinnar er bara það afstæði heimsins til þessara mála. Við vitum að það eru margir sem gera lítið úr því sem kirkjan er að gera, sem gera lítið úr boðskapi orðsins. Er við með í þeim hópi sem trúum? Ef við erum í þeim hópi, þá er nú trúin okkar veik. En þeir sem að trúa, þeir taka undir það sem hér er sagt, að þetta er það sem stendur eftir þegar allt er farið. En það segir orðið það sjálf að Drottinn muni sjálfur síðastur tala á þessari jörð. Og svo segir hann líka, ekki muni stafkrókur falla úr lögmálinu, og þetta þá leið Biblíun allri. Það sem Guð hefur sagt, að það bara hefur hann sagt. Og þessi orð, að Drottinn standi við það sem hann segir, gerir trúna mína alvarlega. Ég veit það sem Drottinn hefur sagt, og þegar ég gerir mig grein fyrir því í hjarta mínu að þetta bara er, þá deilir maður ekki við svona. Og hvað gerir maður þá? Maður beygir sig undir það, maður fer bara eftir því, því það er ekki neitt annað að ræða. Þar segja, ef ég vil að hamingjan og heillin sé mín, og hver vill það ekki? En ég hef leiðina, ég veit hvernig ég á að gera það, en ætla ég að gera það? Ég svara fyrir mig játandi. Ég veit ekki hverju þú svarar, en ég svara fyrir mig alveg hiklaust játandi. Já, ég vill það. Og ég vil taka þátt í að byggja það sem að kirkjan er að byggja, því hún byggir á þeim grunni sem ég veit að er grunnurinn besti. Hún byggir á orði Guðs. Rétt eins og ég byggi allt líf mitt á í dag á orði Guðs. Ég er hættur að eiga við hégóma. Því hann tilheyrir ekki trúni minn í dag. Ég tæki ekki þátt í því þó mér stæði að til boða að byggja upp eitthvað batteri í heiminum. Akkur ætti það að standa frekar en eitthvað annað sem hefur ekki staðið nema í ákveðin tíma. Við vorum að nefna fyrirtæki sem að stóð í áratugi en bara í áratugi, og það er ekki til lengur, og líklega er nú svo komið að yngra fólki í þessu landi að það mann ekkert eftir þessu nafni, og þurfti að aðeins að leggja hausinn í bleyti til þess að muna, hefur kannski heyrt þetta nafni einhvern tímann, en fráleitt að það muni eftir því sjálft í sínu eigin lífi, en það mann ég, og mörgu af okkur líka. Ég er að tala sambandið. Og það var sagt sambandið á sínu tíma að það verið orðið svo stórt og voldugt að það gæti ekki farið á hausinn. Við veitum hvernig fór. Ekkert mannanna verk, hversu öflugt og voldugt að verður, stenst. Og sambandið bara hrundið til grunn á örskömmun tíma. Og hvernig fór ekki með blessaða bankan okkar, einni nóttu og voruð farnir. Og það var nú ekki lítið veldi þar. Það voru svoleiðis stjarnfræðilegar upphæðir sem að þessi bankar voru að gefa upp á hverjum degi að maður hefur bara ekki séð annað eins. Þetta fór allt. Við munum eftir því, suma já öll líklega, að við vöknum á morgni að það var allt stopp. Ég man eftir þessu mjög vel, ég ók borgina og það hreyfðist ekki neitt. Þetta var ægilegt ástand, það skal ég viðurkenna. En svona eru mannanna verk. Og hégómlega hugsunin sem að maðurinn hefur án Krists. Þau töldu að þetta veri stefnan rétta. En komust að því að hún var það ekki, og nú eru þeir blessaði mennarnir sumir aðeins komnir á bak við lás og slá. Ég er ekkert að fagna því. En við verðum að taka út afleiðinga gerða okkar. Og ég líka ef ég fari inn á þessa braut sem er óheiðaleg. En það forði mér Guð frá að gera, því ég vil það ekki. Ég vil halda áfram
á þeirri stefnu sem að Drottinn gaf mér upp, og hún eftir þessum örmjóa vegi. Og ég þarf að gæta mín á þessum vegi að því hann svo mjór. Ég þarf að fikra mig eftir honum varlega að því hann svo mjór. En ég geng óttalaus eftir honum vegna þess að ég hef heila bók og sjálft Guðsríkið með mér til þess að fara þennan veg. Þannig að það getur ekkert klikkað. Það er að segja, ef ég held mér við trúna. Og þess vegna sitjum við fætur Drottins að því við erum að árétta trúna fyrir okkur og mikilvægi trúar hennar. Þetta bara leiðin. Ég held að þú hafir ekki aðra leið. Þú kannski segist hafa aðra leið, en þú hefur hann ekki þegar uppi staðið. Því hann heitir Jesús sem gaf okkur niður viskuna. Hann heitir Jesús kletturinn sem hann segir mér að byggja líf mitt á. Og þegar ég byggi líf mitt á þessum kletti Jesús, þá byggi ég líf mitt á því orði sem ekki gengur á grunn og heldur velli og síðast talar á þessari jörð. Svo öruggar eru stegurnar á þessum mjóa vegi fyrir mitt líf. En þetta gildir bara fyrir mitt líf. Við tölum áðan það að hér væri milljarðar manna. Hver og einasti af þessum milljörðum þarf að taka þessa afstöðu eins og ég prívat og persónulega gerði. Og Drottinn mun leiða hvern og einasta af þessum milljörðum rétt eins og hann leiðir mig. Því að hann persónulegu Guð. Hefur alltaf verið persónulegu Guð. Hann ekki með hópin sem slíkan, hann ekkert að stilla hópin af. En hann stillir hann af, segir að ég og þú með mér erum farnir að meðtaka það sem orðið að segja. Þannig stillust við af með orðinu. Og þannig verður til ein heild, eitt hjarta, einn hugur. En heimurinn gerir þetta stundum. Hann stillir af hópin sem að setur sér markmið sem leiðtoginn hefur sett fram. En leiðtoginn, mannlegur leiðtogi, bara eins og ég. Og skipulagi hans bara mannlegt skipulag, og mannlegt skipulag stenst ekki. Bentu mér á eitthvað mannlegt skipulag sem stenst bara aldirnar í gegn. Það ekki til. Við tökum núna fram einræðið. Við tökum nasistana því þetta svo þekkt fyrirbrigði. Þar var markmiði að hópurum var stilltur saman. Herinn gerði foringjanum eið og þeir fóru á stað með áætlun einræðisins. Hvar var Guð í því? Já, við sjáum náttúrulega engan Guð þar. En við sjáum mannlega hugsun. Og við sjáum mannlega hugsun í öllu batteríinu, í öllu landinu. Og hvað gerðist það? Ógn. Þetta var sitt glæparíki og það viðurkenna allir menn í dag. Þarna kom hugsun manns inn í allt skipulagið. Og við sjáum hvað getur gerst með því. En svona sjáum við ekki þegar við byggjum á klettinum Jesú Kristi. Við sjáum allt annað þar. Við sjáum orð eins og fyrirgefningu. Við sjáum orð eins og að elska náungan eins og sjálfan sig. Við sjáum alls konar svona orð sem að ganga ekki í heiminum, gilda ekki í heiminum og heimurinn sér ekki sem leið til árangurs. Þessin allt þetta ofbeldi í gangi. Samt eru við öll fólkið sem finnst ósköp notalegt þegar okkur fyrirgefið. Þegar fólk sem okkur þykir væntum fyrirgefur okkur einhverja vitleysu sem við höfum verið að gera. Það ekki til svo manneskja sem ekki vill þetta.
hve margir fá þessa fyrirgefningu, það veit ég ekkert kannski ekki margir, en ég veit það að mörg af okkur þráum að fá fyrirgefnar að við okkur sé fyrirgefið. Sumir nefnilega vita upp á sig sökina, aðrir vita það ekki, og það er erfiðara við það fólk að eiga í raun og veru. En aðalatriðið er þetta að heimurinn vinnur fyrir hégóman oft á tíðum. Já, reisir risastór batteri sem að virðast allan á til skíana, verða svo stór, svo er allt farið. Ekki til að byggja á. Við sjáum að stefnan var röng. Eða allavega hún gekk sér á einhverju stað til húðar. Kann að vera rétt til að byrja með, en allavega á einhverju stað gekk hún sér til húðar. Svo förum við yfir á hinn vænginn, þar sem drottin er ráðandi og ríkjandi, og þar tökum við fram bók. Þessa bók heitir Nýja testamentið. Hún segir mér allt annað. Hún segir mér Jóhannes. Hún segir mér að hann endi við himnaríki, og hún segir mér að himnaríki sé klárt fyrir mig til að koma inn í. En hún segir mér hvergi að ég sé á þessari leið til þess að gefa þeim sem þar eru góður ráð inn í hvernig þeir eiga að gera þetta. Alltaf sé nú ekki frekar þannig að ég sé bara fegin því að vera komin yfir höfuð. Ég reikna með því. En ég hef sett mér stefnu aldrei enda þessu leiti, og hún er þessi. Hún gengur með Jesú. En svona þessi daglegu viðfangsefni mín, þau geta verið auðvitað á reiki fram og tilbaka, því ég er náttúrulega bara manneskja þrátt fyrir allt, sem þarf að glíma mína glímu og er í vandræði með sumt. Þó ég ráði við margt, þá er ég í vandræði með sumt. En jafnvel þar stend ég á klettunum þrátt fyrir, jafnvel þar hef ég aðgang að honum sem veit hvernig ég get leyst úr þessu og hinu mál, af því hann er með mér. Og ég leita til hans. Já, ég þarf að leita til hans. Ef ég leita ekki til hans, þá fæ ég ekki þá hjálp sem að hann vill að ég þiggi frá sér. Því að drottin er þannig Guð, hann krefur mannin alltaf það að koma til sín. Trúin er gjöf. Þú varst ekki einu svona að biðja hana kannski þegar þú fyrst hana. Það var þannig í mínu tilviki, í raun var ég ekki að biðja hana, en ég fekk hana. Drottin kom og skellti inn á mig, en eftir það og fór ég að þurfa að biðja hann að koma mér til aðstoða. Því að það var rökrétt að það sé gert, því að ég get náttúrulega ekki beðið eitthvað að hjálpa mér sem ég veit ekki hvað er, en eftir að ég veit, þá get ég farið að hegða mér með þeim hætti, og ég geri það fús og hef alltaf gert. Og enn er ég að kalla eftir þessari hjálp hans. En í dag veit ég þetta miklu meira og betur öll þessi mál, og það er eðlilegt, því að bara með göngun og áran og þá kemur líka skilningur og margt upprýfast fyrir manni og nýtt líkst upp á þessum vegi sem hjálpar til við það að halda mér og halda þessari átt sem ég fekk uppgefna bara við hjá mér. Það allavega er ekkert á reiki hjá mér á hvaða leiði ég er. Eins og ég sagði líka að þá er samt margt sem er á reiki og ég veit ekkert hvað morgundagurinn ber í skauti sér, eða hver lengi ég verð á þessum staði, hvar ég verði þegar þessu líkur hér og svo framvegis, þá er ég ekki hugmynd það. Og er í raun og veru ekkert að pæla í því að ég treysti bara drottni fyrir því að svo allt muni bara fara vel. Það hefur gert það hinga til í Guði, ég hef ekki þurft að kvarta neitt undan því að þetta hefur verið eitthvað basl og barningur og þó erfitt sé það gerir manni bara gott að vera í einhverjum erfiðleikum. Og hverjum og einum finnst erfiðleikarnir sem hann er í vera alveg yfirdrifið nóg.
Það held ég að ég geti alveg tekið undir fyrir sjálfa mig, rétt eins og þú fyrir þig. Og ég segi það nú og stendur það að byrðarna sem fólk að bera, að þegar Drottinn sýnir okkur þær nú, að þá eru það nú svona ósköp áþekkar. Og hann mun líka minna okkur líklega á það að öllum okkar fannst við bera allt og mikið að byrðum. En Drottinn segir að byrði mín sé létt. Akkur erum við þá kvart undan því að byrðarna séu svo mikla. Er ekki Drottinn að segja okkur sannleikar þegar hann segir að byrði sín sé létt? Ég myndi segja það. Getur verið að við séum að bera byrðar sem að Drottinn bað okkur ekkert að bera? Er það mögulegt? Ætli það sé þá ekki þær byrðar sem að þreyta okkur meira heldur þær byrðar sem Drottinn að biðja okkur að bera? Hvað segir þetta mér? Ég þarf að vera vel að mér í orði Guðs, ég þarf að vera vel að mér í trúnni minni. Og þá fyrir ég að skilja þetta allt miklu betur hvað þetta snýst og hvers vegna þetta er svona og ekki svona. Og þá er möguleiki á því að kvartanirnar verði nú kannski eilítið færri og það er ekki léttvægt. Við kvartum allt og mikið finnst mér. Og ég líka, ég er alltaf kvartandi sjálfur. Þannig ég er ekkert að ásaka þig neitt. Það er alveg á hreinu. Það er Rómverjabréfið að 10. kafli. Systkini, það er hjartans ósk mín og bæn til Guðs að þeir mig hjálpnir verða. Þarna er Drottinn Páll að tala það, hann eigi þá enga ósk heitari, heldur hann að menn verði hjálpnir. Við vorum að tala hégómleg verk manna og þeir reisa sér turna sem þeir ætla að ná til himins með, en á einhvern stað hann verður nokkuð hár og voldu, svo hrynur hann eins og til grunna. Við vorum að nefna hérna í þessu sambandi, þetta mikla veldi sem var fyrir áratugum, en yngra fólki í dag líklega veit ekkert hvað ég er að tala um. En hvert mannsbarn á mínum aldri veit hvað máli snýst. Því að fólk á mínum aldri lifði þessa tíma. Sambandi var þegar ég var, bara ungur maður. En ég lifði það líka þegar það fór. Nú er það ekki til og flestum gleymt. Svona eru verk mannana. Og það má því alveg segja að þetta sé svona hégómlega verk. Því ekkert að þessu stenst þegar tímar líða. Nema orð Guðs kirkjan. Akkur þá ekki að byggja sitt líf á kirkjunni, úr því að orðið fer hvort þið ekki neitt og kirkjan verður áfram. Þið ekki halla sér meira upp að því sem og verður og stenst heldur neitt sem fer og bara við ráðum engu það er bara allt í hennu farið. Viskan vil nú tala með þeim hætti til mín, en fær viskan að tala? Hún fær það ekkert alltaf, nei. En stundum kemst hún að og þá verða þeir sem að hlusta ekki fyrir neinu vonbrigðum. Þeir taka við og þeir heyra að þarna talar sjálf viskan. Og hver er viskan? Er það ekki Jesú? Jú, það er Jesú. Já. Systkini, það er hjartans ósk mín og bæn til Guðs að þeir megi hjálpnir verða. Það ber ég þeim að þeir eru heitir í trúsinni á Guð en skortir réttan skilning. Hann er hann hjá okkur fólki sem er vissulega heitt og lít til Drottins og hann tekur vissan átt hattinn ofan fyrir þessum áhuga þeirra, en sér að skilningur þeirra er ekki réttur. Hvað á hann við? Hann hefur heyrt á talið þeirra að þeir voru með alls konar pælingar sem að orðið er ekkert að fjalla neitt Er það ekki stundu þannig hjá okkur að við erum vissulega áhugasöm það sem er Guðs og Jesú, en skilningurinn á öllum saman er ekki réttur? Af hverju? Ég veit ekkert það.
Kannski voru margir kennarar bara í hópnum að bulla hvor í öðrum í salnum, eins og ég segi stundum. Kannski var það ástæðan fyrir því að skilningurinn var ekki réttur. Og sá sem talaði til hópsins talaði kannski með það sem hann hafði heyrt bara í salnum. Þess að salurinn var að ræða sín á milli. Og skilningurinn var þá ekki heldur réttur úr ræðustól. En Páll sér að þeir eru áhugasamir Guðs verk. En sér líka að skilningurinn ekki réttur. Þetta þarf að fara saman. Og þetta líka undirstrikar það að það sem Guð hefur talað, það bara er. Með öðrum orðum, ég sé kannski meiri gagnsemi í því að gera svona og fer kannski á stað með þennan skilning, en svo kemur einhver heilli en ég í trúni sinni og hann sér, heyrðu vinur, skilningu þinn er ekki réttur á þessu. Þú skilur þetta ekki rétt. Og hvernig tekið því? Líklega illa, en kannski vel. Og hvað það? Hvort ég tek því vel eða illa, að þá er ég alveg tilbúin til þess að leiðrétta mig. Að því drottin hefur gefið mér visku, að því ég elska drottin. Og þessi menn, hann sá að þeir voru áhugasamir það. Þannig ég reikna með því að þeir hafi tekið tiltali. Því að þegar þú ert áhugasamur eitthvað og einhver kemur til þín sem þú berð virðingu fyrir og segir, heyrðu vinur, þú ert ekkert að gera þetta neitt rétt. Þá er alla líkur til þess að því áhugin er til staðar fyrir Guð að þú hlustir. Þegar við getum verið út á túni í skilningi og afstöðu okkar þó við gerum þetta af heilum huga sem við erum að gera. Það er gott að gera af heilum huga. En við verðum að vera með skilningi réttan og þetta líka segir okkur það eins og við vorum að tala um á það að drottin er bara með sitt skipulag á því og ég hef ekki leyfi til þess að fara neitt út af því. Og ég get haft réttan skilning á verkum Guðs að því ég hef hjálparan í mér. Og hver er hjálparinn? Það er heilagur andi. En stundum get ég verið svo fjær þessu í raun og veru að ég sé þetta ekki sjálfur og þá er skilningurinn áfram rangur og það er ekki gott. Hver lengi þeir hafa verið á þessum stað þar sem að þeir skildu þetta ekki rétt mannagrein, veit ég ekki. En allavega sér Páll þetta strax svo hann kemur inn þegar hann fer að hlusta á fólki að þeir skilja þetta ekki rétt. En hann sér þennan áhuga að þeir elskuðu virkilega Guð. Þetta er líka árétting fyrir mig það að við þurfum að gera þetta allt rétt. Ég get verið með 1.000.001 hugmyndum það hvernig eiginu að gera þetta allt saman. En þá er skilningu mín kannski ekki réttur. Lesum meira. Það ber í þeim að þeir eru heitir í trúsinni á Guð en skortir réttan skilning. Þeir þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlæti sjálfur. Því hafa þeir ekki gefið sig vald réttlætunum frá Guði. Réttlæti Guðs er það sem blífir inn í kirkju Krist. Ég skal bara fara eftir því ef ég vil vera með í þessu verki að boða Krist krossfestan og uppreisn sem ég vil. Þetta er leiðin. Hér er bókin. Og ég er læs. Og ég hef heilagan anda sem gefur mér skilning. Mér er ekkert af vanbúnað. En rétt eins og þú þarf ég að hlusta. Ég þarf að hlusta. Hlusta ég. Ég vona allavega að ég gera það oftar en ekki. Ég er alveg eins og þú með það að ég vil gera þetta heilt. Hann að gagsi að. Ég vil ekki koma með skilaboð til þín sem eru bara út í bláin. Af því að minn skilningur er ekki réttur. Ekki það að ég beri þetta ekki fram að heilum hug, en það segir ekkert um það að kannski er skilningur minn ekki réttur. Þannig við þurfum að fara varlega í öll þessi mál.
ekki til þess að berja sjálf okkur, það er ekkert verið að tala neitt um það er aldrei verið að tala um það þegar við tölum með þessum hætti. En stundum þurfum við bara hreinlega að taka okkur taki og endurmeta stöðuna og það er gott mál. Það gerir trúna okkar enn ábyrgðarfyllri og þá hefur það leitt til góðs, þótt að skilningur minn hafi kannski ekki verið með öllu leyti réttur alltaf. En hann réttist, verður alltaf réttar og réttari því ég er alltaf að læra. Það er alltaf það sem Drottinn vill. En þetta er bókin og þetta er það sem Drottinn vill að sé kennt upp úr. Hér er það sem hann hefur að segja við kirkjuna og hvergi annars það. Hér er grunnurinn sem við getum alltaf að leita til ef það kemur upp ykkur skekkja og af lesturinnum sjáum við að kannski var skekkja þarna og þarna. Og stundu fáum við menn og konur til okkar sem bend okkur á, þú ert ekki að gera þetta réttvinnur. Og að því við elskum Drottinn, þá leggjum við hlustir. En ef að hroki er í hjartanu, þá er líklega hendum við manninum út. Já, þeir þekka ekki réttlæti sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlæti sjálfur. Því hafa þeir ekki gefið sig á vald réttlætinu frá Guði. Svo lesa þetta aðeins meira, hvað var, já. Kristur leiðir lögmálið til lykta svo að nú réttlæti sérhver sá sem trúir. Móse ritar réttlæti sem lögmálið veitir. Sá maður sem breytir eftir boðum þess mun lífið fá af því, sem að tala lögmálið. Og við veitum að það gat engin maður haldi lögmálið, það fekk í raun og veru engin líf af lögmálinu. En þeir gátu það með því að halda það. En réttlæti að trúnni mælir þannig. Segð þú ekki í hjarta þínu, hver mun fara upp í himinin, það er, til að sækja Krist ofan, eða hver mun stíga niður í undirdjúpið, það er, til að sækja Krist upp frá dauðum. Kannski voru þetta pælingarnar sem að Páll heyrir hjá þessum ágæta söfniði, sem hann sér áhugan hjá, en skilning ekki réttan. Kannski voru þeir að pæla í þessu, hver ætla að fara fyrir okkur upp í himinn og sækja Krist, eða hver ætlar að fara niður til heljar og sækja hann þangað. Við sjáum að pælingarnar eru út á túni. Skilningurinn er ekki réttur. Fyrir utan það að þetta er ekki neins mannaverk að gera neitt af þessu. Heldur Guðsverk. Guð sendi son sinn í eingetinn son sinn til jarðarinnar til þess að boða fagnaðarerindið og hann dó og það er sagt að hann hafi farið til heljar og það var Drottinn sjálfur sem sótt hann þangað niður og byrt honum lærisveinunum sem upprisin. Þannig við erum með þetta alveg á hreinu að því að skilningurinn er réttur hjá okkur, en það er greinlegt að skilningurinn var ekki réttur hjá þeim, og þó að við séum ekki að pæla í þessu nákvæmlega hlutum, þá getur samt skilningurinn á sömu leyti ekki verið réttur hjá okkur og pælingarnar því út á túni. En við getum elskað Guð, við elskum Jesú allt saman það. Þess vegna þurfum við að skoða og endur með þetta hvernig afstöðu okkar til ýmissa hluta sem snúaði Kristi. Af því við erum áhugasöm ríki Guðs. En Drottinn segir með órækum kennimerkjum að svona eru reglurnar af mér og þú verður að fara eftir þeim að öllu leyti. Og ef ég geri það, þá er skilningu mín bara einfaldlega réttur. Og þá er ekkert upp á mig að klaga og það getur ekkert orðið annan vöxtur hjá mér sjálfum og þeim og já, sem að hlusta á svona vandað efni. Þetta er allt á minni könnu. Ég er maður og ég get alveg farið út í tóma þvælu með sjálfa mig. Það vitum við líka.
en ég þarf það ekki, og þess vegna sitjum við fætur Drottins, að því ég vill ekki að svo endi, voveiflega endi hjá mér í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og blessast af, tilgangur ekki annar, heldur þú skoða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.